Hæ, gaman að sjá ykkur svona mörg hérna í salnum. Nú ætlum við að hefja málþingið mataræði og mannréttindi og leitast eftir að svara spurningunni ættu ríki og sveitarfélög að stuðla að neyslu almennings af grænkera fæði. Og eftir 1 ár þá getum við vonandi sagt að sé orðin hefð fyrir þessu málþingi. Þetta er í annað skipti sem við höldum pólitískt málþing. Í fyrra töluðum við mjólkurskattinn og buðum alþingismönnum úr ýmsum áttum að koma og fræðast með okkur og fræða okkur. Og að þessu ári er pallborðið aðeins breiðari hópur. Það ætla ég að segja ykkur. Já, hér eru komnar til okkar 5 konur úr ábyrgðarstöðum ríkis og sveitarfélaga. Og þær eru í þessari röð Hólmfríður Þorgeirsdóttir, næringarfræðingur og verkefnastjóri hjá embætti landlæknis. Er þetta ekki örugglega rétt röð? Jú. Hildur Harðardóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun á sviði loftslagsmála og græns samfélags. Salvör Nordal, umboðsmaður barna. Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi og formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs. Og Rósa Björk Brynjólfsdóttir, alþingiskona. Já, í umhverfis- og samgöngunefnd. Í umhverfis- og samgöngunefnd, alþingis, hinni hressu. Umhverfis- og samgöngunefnd. Rósa bara þetta hjá mér. Og bara ég vil klappa fyrir þeim. Við byrjum málþingið á stuttu erindi frá Benjamin, formanni samtaka grænkera á Íslandi. Og síðan gefum við meðlimum pallborðs 5 til 7 mínútur í mesta lagi til þess að segja okkur frá sinni sín á málefnið. Og þá tökum við pásu og endum á spurningum úr sal. Og ég minni fólk á að vera málefnalegt. Við erum hér til að ræða málin og eina regla málþingsins er að við berum öll virðingu fyrir hvert öðru. Eða ekki samþykkt? Frábært. Þá bara byrjum við þetta og ég býð Benjamin velkominn í pontu og eftir honum förum við röðina hérna í pallborðinu. Takk fyrir. Góða kvöldið. Ég tek undir mig undir sig. Það er gaman að sjá hvað eru margir komnir hérna og ótrúlega gaman að fá svona mikið reynt og mikið virkjum hérna í pallborðið. En spurning kvöldsins, ættu ríki og sveitarfélög að stuðla neyslu almennings á grænkerafæði? Grunnástæða þess að borða grænkerafæði í stað fæðu sem kemur úr dýrum og dýraafurðum eru þrenns konar. Þessar ástæður eru siðferðisástæður, umhverfisástæður og heilsufarsástæður. Við vitum öll að dýr sem í alinn til manneldis lifa oft við hræðilegar aðstæður. Oft svo hræðilegar að heildargildi tilvist þessara dýra er með öllu neikvæð. Það er, þau væri betur sett ef þau hefðu aldrei átt líf í þessum heimi sem við búum þeim. Með því að taka ekki þátt í að borða dýr þá stuðla maður að framleiðslukerfi þar sem færri dýr eru alin til manneldis og því færri dýr sem þurfa að þjást. Ef til vill eru einhverjir sem eru kannski ekki sannfærir að það sé svo slæmt að vera dýr sem alið til manneldis. Að minnsta kosti ekki fyrir öll dýr. Í minnsta kosti ekki fyrir dýr sem búa á Íslandi. Er til dæmis ekki íslenska kindin nokkuð frjáls og hamingjusöm. Í þessu samhengi er rétt að taka fram að 90% allra þeirra landdýra sem við drepum til manneldis eru hænuungar en á hverju ári eru drepnir í kringum 5 milljón hænuungar til þess að koma ofan í landan kjúklingum. Hægt er að fullyrða með þó nokkru vissu að nær enginn af þessum fuglum hlutum líf sem getur talist þess virði að lifa. Framleiðsluferli á kjúklingum og svínum líka er staðlað og keimlíkt alls staðar á Vesturlöndum ef ekki allan heim. Þessi dýr þurfa að þola miskunnarlausa frelsissviptingu, mikil þrengsli og algjöra ringulreið. Hér er einnig vert að benda á að Ísland er ekki borðið einungis íslenskt dýr heldur er töluvert magn kjöts innflutt og eins er aragrúi ýmissa innfluttra matvæla sem innihalda dýraafurðir. Það er því deginum ljósara að með því að borða grænkerafæði í meira magni þá takmörkum við á endanum þær þjáningar sem ómennskt dýr þurfa að þola af mannavöldum. Ef við lítum svo á hvaða ræktun dýra til manneldis hefur umhverfið þá kemur margt áhugavert í ljós. Það hefur til dæmis verið ljóst í marga áratugi að ræktun dýra til manneldis er ósjálfbær og felur í sér gífurlega sóun á mat, vatni og landsvæði. Öll þessi dýr þurfa að borða og drekka og þau þurfa í öllum tilvikum
mikið meiri mat heldur en þeir búa til á endanum. Þannig þarf 2 kíló af fæði til þess að búa til 1 kíló af kjúkling, 4 kíló af fæði til þess að búa til 1 kíló af svínakjöti og 8 kíló af fæði til þess að búa til 1 kíló af nautakjöti. En það ekki svo að dýrin nærast af landsvæði sem væri hvort ekki hægt að nýta undir ræktun til manneldis? Varla eru að fara að rækta kartöflur og hafra í fjöllunum þar sem kindunar eru á beið. Það kannski í þessi fullyrðingum örsmátt samvegst og korn en aðalega helber lygi. Nánast allt fóður sem við gefum hænum og kjúklingum innflutt. Sama gildir fóður fyrir svín. Að öllum líkindum mætti nýta þetta fóður eða að minnstakosti breyta ræktuninni þannig að það mætti nýta hana til manneldis. Eins ber að nefna helsta ástæðan fyrir eyðingu regnskóga í Suður-Ameríku vegna nautgriparæktunar. En þar regnskógum meðal annars til að rækta korn og soja fyrir dýrin sem við svo borðum eða búa til beitiland fyrir dýrin sem við svo borðum. En skiptir það einhverju máli fyrir Ísland? Hér eru engir regnskógar. Nei, hér eru engir regnskógar, en hér voru einu sinni skógar og mikill gróður. Það þangað til við fluttum hingað til með okkur kindina, en talið að kindir sé búin að eyðileggja gróður landsins að svo miklu leyti og búa hér til gríðarlegt eyðimerkur land. Fyrir utan sóun á landi og fæði þá fer dýraeldi sem mikla mengun, meðal annars í formi losun á gróðurhúsalofttegundum. Hér eru það dýrin sem hafa það best sem losa sem mest. En þau dýr sem losa mest af gróðurhúsalofttegundum eru grasbítar á borð við nautgripi og kindur. Hér engin munur á íslensku kindinni og þeirri sem býr í Nýja-Sjálandi. Meltingarfæri þessara dýra eru eins og losa þau með ropi, metangas út í andrúmsloftið í gífurlegum mæli. Hætturnar sem stafa af losun gróðurhúsalofttegunda og hlutverk landbúnaðar í þeim efnum hefur nú verið þekkt í 20 ár og hafa meðal annars Sameinuðu þjóðanna lagt áherslu á að minnka neyslu dýraafurða einmitt vegna þessa. Samkvæmt skýrslu frá Umhverfisráði Íslands þá er losun vegna landbúnaðar 13% af allri losun Íslands og í landbúnaði kemur 50% frá sauðfjárrækt og með 33% frá nautgriparækt. Hver voru viðbrögð stjórnvalda við þessu fréttum? Jú, þau voru öll að vilja gerð til að stemma stigu við þessa losun að gefnu einu skilyrði. Það var skilyrði að kindum yrði ekki fækkað. Allar forsendur aðgerðaáætlun stjórnvalda eru þær að skepnum skuli ekki fækkað. Skoðum í lokin heilsufarslegan ávæning grænkýrafæðis. Við þekkjum öll að mælti með neyslu grænmetis og ávaxta, en það gútera kannski ekki allir að hollt fæði geti verið án allra dýra og dýraafurða. Nú það svo að við komum öll til með að deyja. En hvað það sem kemur til með að verða okkur að banna? Það málið að skoða, kemur í ljós, að það sem drepur flesta eru lífsstílssjúkdómar eins og hjarta- og æðasjúkdómar, sykursýki og krabbamein. Og kemur það eitthvað mataræðin okkar við? Heldur betur. Allir þessi sjúkdómar hafa tengsl við miklu neyslu á dýrum og dýraafurðum. Og það sem meira að neysla á heilkjarn og plöntufæði getur hjálpað fólki að takast á við þessa sjúkdóma. Það sem hefur sterka tengingu við orsök hjartasjúkdóma er til dæmis neysla kólesteról. Og sú fæða sem veitir mesta vörn við hjartasjúkdómum eru trefjar. Þá getum við spurt okkur í hvaða mat að finna kólesteról. Kólesteról eingöngu að finna í dýraafurðum. Í hvaða mat að finna trefjar? Trefjar finnast eingöngu í plöntufæði. Þessi afstaða endurspeglast meðal annars í bæklingi frá embætti landlæknis sem heitir Ráðleggingar mataræði, síðast gefin út 2017. Þar mælt með að takmarka rautt kjöt, unnar kjötvörur og fituríkar mjólkurvörur. Bæklingurinn tekur einnig skýrt fram að hægt að setja saman hollt mataræði án kjöts. Í bæklingunum segir, flestir Íslendingar hefðu heilsufarslegan ávinning af því að auka neyslu á fæðu úr jurtaríkjum. Það sem vantar einna helst upp á annars ágæta ráðleggingar embættis landlæknis er viðurkenning þess efnis að hægt sé að setja saman hollt fæði ekki bara án kjöts, heldur án allra dýra og dýraafurða. Ný mataráðgjöf frá Kanada og svo fyrsta sem styðst ekki við rannsóknir sem styrktar eru af matarinnanum ráðleggur ekki fólki að einbera neina kúamjólk og hvetur fólk til þess að verða sér út prótein úr plönturíkinu. Samhliða þessu þá hefur Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gefið út að hægt sé að þrífast á grænkýrafæði á öllum stigum lífsins. Það því til mikils að vinna fyrir heilsu samfélags og heillu þjóða með breyttu mataræði. Ef þessi stutta upptalning gefur gróflega rétta mynd af áhrif mataræðis fyrir dýrin, jörðina og okkur sjálf, hvers vegna það ekki gripið til róttækra aðgerða?
Ættu ríki og sveitarfélög að stuðla að neyslu grængerðarfæðis? Ef svarið já, hvers vegna þá ennþá verið að niðurgreiða lambakjöt og aðrar dýraafurðir til landsmanna? Hvers vegna ekki fyrsta ráðlegning lækna til skjólstæðinga sinna að fá þá til að borða vel samsett grængerðarfæði? Hvers vegna maturinn sem boðið upp á spítölum landsins ekki nær eingöngu vegan? Hvers vegna eru helstu mötuneytir ríkis og sveitarfélaga ekki með miklu meiri áherslu á grængerðarfæði? Hvers vegna mæta foreldrar barna, vegan barna, oft ósveigjanlegu kerfi þegar kemur að mat í leikskóla? Já, ættu ríki og sveitarfélög að stuðla að neyslu grængerðarfæðis? Ef svarið nei, þá hvers vegna ekki? Það vegna þess að valdið eru að höndum einstaklinganna sem kjósa sér þennan lífstíl og að ríkið og önnur fyrirtæki eigi ekki verið að skipta sér af og láta bara fjöldan ráða? Ef það ástæðan sem ég efast þá hljómar það dálítið eins og fyrirtækin og ríkið sé að hlaupast undir ábyrgð. Enda stenst það ekki nokkur að skoðun þar sem ótal atriði í nútíma samfélagi virkar þannig að ríkið stjórnar fjöldanum. Væri slíkt inngrip inn í matarvenjur fólks og mikil neyslustýring? Á ekki fólk ráða sjálft hvað það borðar? Við búum í samfélagi sem í mikilli neyslu og við búum í samfélagi sem stjórnar. Og því óumflýjanlegt að hér sé neyslustýring. Hvað það annað en neyslustýring þegar kúamjólk niðurgreidd og mjólkurdagurinn haldinn hátíðlegur í grunnskólum landsins? Nei, neyslustýring sem slík ekki vandamálið, heldur hvernig neyslunni stjórnar. Þegar svo mikið í húfi, þá mikilvægt að þeir sem stjórni sýni kjark og ábyrgð og stýri til betri vegar. Nei, fyrirgefið, stýri til betri vegar. Gott kvöld. Ég vil byrja því að þakka fyrir að fá tækifæri til að taka þátt í kvöld og gaman að sjá það eru margir mættir. Eins og ég heiti Hólmfríður og kemur frá embætti landlæknis, en embætti gefur út opinberar ráðleggingar mataræði fyrir fullorðna og börn frá 2 ára aldri, nú síðast í lok árs 2014. Ráðleggingarnar voru unnar af sérfræðingahópi hér heima, en að byggja að mestu leyti á norrænu næringarráðleggingum, en einnig tekið tillit til íslenskra aðstæðna. Það voru yfir 100 norrænir sérfræðingar, þar með taldir íslenskir, sem tóku þátt í endurskoðuninni og var mjög yfirgripsmikil. Og ég vil taka það fram að þetta var kerfisbundið yfirfarið mikinn fjölda greina og einungis valda þær sem stóðust ákveðin skilyrði sem voru ákveðin fyrirfram. Þannig að þetta var mjög vísindalega unnið. Einn kafli í norrænu ráðleggingunum sjálfbærni, heitir á ensku Sustainable Food Consumption and Environmental Issues. Þannig að það má segja að Norðurlöndin hafi haft sjálfbært mataræði í huga tíma. En aftur í íslensku ráðleggingunum, það meiri áhersla en áður lögð á fæði úr jurtaríkinu, sem trefjaríkt frá náttúrunnar hendi, til dæmis að borða meira grænmeti, ávöxtum, heilkornum vörum, baunum, linsum, hnetum og fræjum og jurtaoljum, en einnig á önnur matvæli sem eru næringarrík frá náttúrunnar hendi. Og svo sem fisk, hreinar fituminni mjólkurvörur og kjöt í hófi. Og svo vatni drykkjar, en takmarka ætti mjög neyslu á unnum vörum, matvörum sem innihalda oft mikið af mettari fitu, sykri og salti. Sem dæmi má nefna gosdrykki, sælgæti, kex, kökur, snakk, skyndibita og unnar kjötvörur. Ennfremur í ráðleggingunum hvatt til að skipuleggja vel innkaup og eldamennsku og draga úr matarsóun. Með því að fylgja ráðleggingunum auðveldara að tryggja að líkaminn fái þau næringarefni sem hann þarf á að halda og þannig stuðla góðri heilsu og vellíðan. Með því má minnka líkur á ósmitbærum sjúkdómum, sami ávinningur, sérstaklega hjá þeim sem borða vel skipulagt jurtafæði, en í báðum tegundum af mataræði mikið af til dæmis grænmeti, ávöxtum og heilkorna vörum. Aðrar ráðleggingar sem embættið gefur út, eins og fyrir mötuneyti skóla, taka mið af þessum opinberu ráðleggingum. Neysla ávöxtum og grænmeti lítil hér á landi, við höfum að vísu ekki nýjar magnmælingar, en niðurstöður úr vöktun áhrifaþátta heilbrigðis sem framkvæmd árlega sýndi að árið 2017 þá voru það 11% sem borðuðu 5 skammta af grænmeti og ávöxtum eins og ráðlagt Það var nú ekki meira. Og samkvæmt niðurstöðum Landskönnunar á mataræði sem framfór 2010 og 2011 þá neysla á heilkornavörum var hún mjög lítil,
Við höfum því miður ekki nýrri tölur mælingar á því. Hollt mataræði og umhverfissjónarmið haldast í hendur. Það er engin spurning. Norsk yfirferð sem framkvæmd var af mannréttindaráði þar í landi hefur til dæmis sýnt fram á að mataræði í samræmi við opinberar ráðleggingar Norðmanna sem eru sambærilegar okkar ráðleggingum samræmist að miklu leyti sjálfbærara mataræði. Aðrar rannsóknir hafa sýnt sambærilegt hvað varðar miðjarðarhafsmataræði. Mikil umræða er nú sjálfbært mataræði og hvað í því felst. Það er samhljómur að leggja meiri áherslu á fæði úr jurtaríkinu en hvort ríkið ætti að hvetja almenning til að gerast grænkerar, það er allt annað mál. Ríki og sveitarfélög ættu að stuðla að mataræði í samræmi við opinberar ráðleggingar með meiri neyslu fæðis úr jurtaríki en minni neyslu á rauðu kjöti og takmarka sérstaklega neyslu á unnum kjötvörum og öðrum mikið unnum matvælum. Þetta geta ríki og sveitarfélög gert með því að fara eftir opinberum ráðleggingum en einnig að hvetja til að hægt sé að velja grænmetisrétt eða veganrétt og hafa kjötlausa daga en í núverandi skólahandbókum fyrir mötuneyti mælum við með grænmetisréttum reglulega og mættum við leggja meiri áherslu á það. Einnig er talað í handbókum okkar að bæta grænmeti, ertum, baunum, linsum og í kjötrétti og myndi það bæði gera réttina heilsusamlegri og sjálfbærari. Það er núna að hefjast endurskoðun á norrænum næringarráðleggingum sem stefnt að ljúki árið 2022 og er ég sannfærð að sjálfbærni og umhverfisþættir koma til með að vega enn þyngra í nýjum ráðleggingum. Síðan núverandi ráðleggingar voru gefnar út hafa verið sett fram heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og nú nýverið kom út skýrsla á vegum nefndar sem kölluð Landsnefndin sjálfbært hollt mataræði en þar komu saman 37 sérfræðingar frá 16 löndum á sviði næringar, landbúnaðar og umhverfisþátta á fleiri sviðum með nokkurs konar alheims ráðleggingar. Hvaða mataræði sé æskilegt bæta á heilsu, auka sjálfbærni, vernda jörðina og að geta brauðfætt íbúa hennar. Það mælt með því að draga verulega úr neyslu á rauðu kjöti fyrir árið 2050 og einnig sykri en auka verulega neyslu á grænmeti, ávöxtum, baunum, ertum og linsum og þarf hvert svæði, til dæmis Íslandi eða Norðurlandin, að aðlaga þetta að sínum aðstæðum. Þannig ég held að það sé ekki spurning að nýjar ráðleggingar mataræði koma til að taka meira tillit til umhverfisþátta í framtíðinni. Auk hollustu. Líkt og sjá má í nýjum útgefnum kanadískum ráðleggingum eins og Benjamin nefndi hérna áðan. Eins og komið hefur fram þá mælir embættið með opinberum ráðleggingum en hver og einn einstaklingur velur auðvitað það mataræði sem honum hentar. Það sem sameiginlegt. Kláraði bara alls þetta. Já, þetta alveg að vera búið. Það sem sameiginlegt þó að það ávallt mikilvægt að hafa fjölbreytnina í fyrirrúmi en þetta á einnig við það þá sem neyta jurtafæðis. Slíkt fæði því miður ekki sjálfkrafa heilsusamlegt. Það mikilvægt að borða vel af grænmeti, ávöxtum og heilkorna vörum en takmarka unnar vörur sem innihalda mikið af mettari, fitu, salti og sykri. Ég vil þó geta þess að það mín tilfinning að þeir sem eru á jurtafæði séu líklegir til að vera meðvitaðir mataræði sitt og huga vel að því hvernig þeir fullnægja þörfinni fyrir öll næringarefni. En það getur þurft að huga að þeim sem að stíga sín fyrstu skref hvað þetta varðar. Þótt ríkið gangi ekki alla leið í að hvetja til grænkerafæðis, þá erum við sammála mikilvægi þess að huga að umhverfismálum í tengslum við mataræði ekki síður en heilsu. Að lokum má nefna það hér að það stendur til að hefja framkvæmd á landskönnun á mataræði nú í haust en miðað við þær vísbendingar sem við höfum mataræði úr vöktun áhrifaþátta heilbrigðis þá væri það að minnstakosti stórt skref í átt að sjálfbærara og heilsusamlegra mataræði ef landsmenn færu að borða samkvæmt opinberum ráðleggingum mataræði eins og þær eru settar fram í dag. Takk fyrir. Hildur, ég fagna mikið þessum viðbrigð og þessari umræðu. Ég hef lengi hugsað þessi mál og árið 2006 þá gerist ég grænmetisæta á
rannsóknarskútu hvalránsagnir hérna í Norðurhafi og heillaðist af því að taka kjöt út úr minn lífstíl og gerði það í mörg ár og kynntist þeim mitt. Fyrirgeðu, viltu tala betur Í mikrofónin, já. Er þetta betra svona? Svona? Þetta er betra? Hér eru betra núna. Allavega, þá tel ég að með tilliti til loftslagsbreytinga eigi ríki og sveitarfélög að stuðla að auknu neyslu grænmetis og grænkjötafæðis án efa. Og eins og flest öllum kunnugt þá hefur korn, ávextir og grænmeti minnsta kolefnisspori á matvælum og á meðan að kjöt frá jórturdýrum hefur stærsta kolefnissporið. Því tel ég að það sé mjög mikilvægt að stofnunin sýni gott fordæmi, kannski til að byrja með kjötlausum dögum eða að færa kjötneyslu frá jórturdýrum og yfir í aðrar próteinuppsprettur eins og embætti landlæknis hefur mælt með. Persónulega finnst mér alveg lágmark að alltaf sé boðið upp á grænmetis eða grænkjötafæði í mötuneytum ríkis og sveitarfélaga sem kannski ekki beint raunin í dag. Og í framtíðinu væri gaman að sjá að fæði væri að mestu hluta grænmetisfæði eða grænkjötafæði og kjöt væri meira spari og í staðinn fyrir að hafa kjötlausa daga þá myndum við sjá meira af kjötdögum. Og það mikið fagnaðarefni að það sé verið að yfirfara aftur þessar leiðbeiningar því að eins og að fara yfir þá eru Norðurlöndin mjög mikið að horfa til umhverfisáhrifa í þessum ráðleggingum mataræði og taka mið af loftslagsvænna fæði, meira grænmeti, fisk og minnka kjötát. Og í samræmi með þessar ráðleggingar er hægt að undirstrika hvernig heilbrigt mataræði er yfirleitt líka loftslagsvænna mataræði sem er náttúrulega bara frábært. Og bara inn í umræðuna, vistkerfisgreiningar sýna að flutningur hefur minnst umhverfisáhrif þegar horft er til losunar frá neyslu matvæla. Það er mjög áhugaverður punktur og það er hægt að gera ráð fyrir því að 10% af losun frá neyslu matvæla séu flutningar pluss mínus 5%. Og eins og bent á áðan þá er losun frá landbúnaði á Íslandi 12–13% af heildarlosun Íslands án landnotkunar hennar og þar inni er losun iðra gerjunar metansins og frá meðhöndlun húsdýraáburðar. Þannig að minnka kjötneyslu myndi draga úr losun frá Íslandi. Eitt sem vantar inn samt í kolefnisspor útreikninga í dag er að þyrfti að reikna við koldíoxíðjafngildi á kaloríu til þess að ekki sé verið að bera saman 1 kíló af kjöti við 1 kíló af spínati sem hefur ekki kannski sama orku né önnur innihaldsefni. En ég ætla ekki að segja meira í byrjun. Takk fyrir. Góða kvöldið og gaman að vera með ykkur hérna í dag kvöld og ég þakka fyrir að fá þetta tækifæri til að vera með ykkur. Ég er umboðsmaður barna og þó að þessi umræða sé auðvitað ný í sambandi við mannréttindi og við höfum svo sem ekkert verið mikið að ræða þessi mál í mínu embætti þá finnst mér bara mjög mikilvægt að við tökum þátt og við langaði mikið líka til að heyra hvað þið hafið að segja hér á eftir. En ég held að það eru augljóslega að verða mikil hugarfarsbreyting þegar kemur að grænkera lífstíl og ég held að það sé ekki síst unga fólki sem er að leiða þessa hugarfarsbreytingu. Og það verð ég mjög vel vör við til dæmis bara í ráðgjafahópi embættisins. Við erum með ráðgjafahóp embættið með ungu fólki 13–17 ára og þar er mikill áhugi á þessu máli. Og þess vegna höfum við náttúrulega þessi umræða vaxandi í þessum geira. Þannig að ég, eins og ég segi, kannski er mitt aðal markmið með því að koma hingað er að eiga samræðu og líka hlusta á ykkur. En það sem barnasáttmálinn gengur út frá, því það er okkar leiðarljós í öllu því starfi sem umboðsmaður barna er að sýsla við, þá
að þá auðvitað kannski tvennt sem skiptir máli hér. Annars vegar það að við leggjum náttúrulega mikla áherslu á það að það sé tekið tillit til skoðana og lífsskoðana fólks og barna. Þannig og það auðvitað lífsskoðun að vilja og velja grænkera fæði frekar en annað. Og þannig að við höfum það auðvitað eitt mikilvægt atriði, en það sem kannski líka skiptir mestu máli og eitt af því sem við leggjum mikla áherslu á í bara öllu okkar starfi það að það sjálfsákvörðunarréttur barna og valdefling barna og að börn geti fengið að ráða því sjálf hvort að eða hvernig matar þau neyta, hvaða lífstíl þau velja. Þannig að það sé tekið tillit til þeirra til dæmis í skólum og og annars staðar í opinberum vettvangi. Þannig að þetta svona 2 atriði sem allavega snúa að barnasáttmálanum og mannréttindum barna sem ég vildi svona leggja áherslu á hér. Og síðan held ég að sé líka svo mikilvægt og til þess að börn auðvitað geti tekið upplýstar ákvarðanir þetta eins og annað auðvitað það að þau fái almennilega fræðslu og það sé uppbyggileg umræða þessi mál eins og önnur. Þannig að þau geti raunverulega og hafi forsendur til að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Þannig ég held að, og þar auðvitað gegnir skólakerfið lykilatriði og lykilhlutverki. Þannig að þetta eru svona punktar sem ég vildi leggja inn í umræðan á þessu stigi og svo bara þakka ég fyrir mig hér núna og bara fagna því að við getum átt samræður þetta á eftir. Takk fyrir. Já, góða kvöldið. Ég heiti Líf Magnadóttir og borgarfulltrúi fyrir Vinstri græn. Ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þetta málþing. Þess að ég tel þessa umræðu vera afar mikilvæga og rétt eins og í allri umræðu umhverfismál. Það er gott að þetta koma á dagskrá og það er ég vil þakka sérstaklega fólki sem brennur á hugsjón fyrir þessi málefni. Við erum með veganúar sem bara komið til þess að vera og megið að vera fleiri mánuðir og svo erum við með Plastlausan september og þetta kemur alltaf grasrótinni og á hana eigum við að hlusta. Og þá langar mig aðeins að ræða þetta út frá því sem við erum að gera sérstaklega í Reykjavíkurborg. Nú get ég auðvitað ekki komið hérna og tala fyrir hönd annarra sveitarfélaga en það væri auðvitað gott ef ég væri í öllum sveitarfélagum og fengi bara að ráða þessu sjálf. En við nefnilega, ég er svo mikið lúði að ég þurfti auðvitað bara að skrifa þetta, ég prenta ekki út. Sjáðu bara hvað ég er ógeðslega umhverfisvæn. Þetta er bara svona lúðaskapur. En mér langaði aðeins að koma inn á það vegna þess að við erum að gera talsvert á vettvangi borgarinnar þó það taki allt of langan tíma að mínu mati. Og vissulega stóra viðfangsefni okkar á 21. öldinni það loftslagsbreytingar af mannavöldum. Það er búið að fara ágætlega yfir það hér og við þurfum bara að breyta viðhorfum okkar og hugsunarhætti í öllu okkar umhverfi og þar með talið í matarvenjum. Og Benjamín, þú fórst mjög vel yfir þetta hérna. Það eru öll rök sem að mæla með því að við erum að leggja ríka áherslu á grænkera fæði í öllum stofnunum borgarinnar. Og það var þar með talið leikskólar og grunnskólar og líka fyrir eldra fólk. Það ætti að vera svona default. Þið veitir hvernig náttúrulega við erum dálítið kjötþjóð en því má þetta breyta vegna þess að venjur og menning og eitthvað sem var gert gamla daga, það breytist af því að við fáum nýjar upplýsingar. Og við þurfum að fara eftir því. Einu sinni fengu konur ekki að kjósa, bara svona eitt gott dæmi, við erum búin að breyta því, það var mjög gott. Þannig að það er hægt að breyta samfélaginu og það er baráttu fólk sem skiptir máli. En í því tilliti þá skiptir líka máli að stefnumótendur og þeir sem þá eru í stefnumótun alla daga að þeir hafi þetta með vegna þess að það eru þeir sem draga vagninn. Og það kemur aftur í borgina. 2014 þá fór ég fyrir mannréttindastefnu, endurskoðun á mannréttindastefnu borgarinnar. Og þar komu inn þá 4 nýir kaflar sem ég fannst mikilvægt til að leggja áherslu á. Og þar með talið að við þurftum að bera virðingu fyrir lífsskoðunum fólks.
Og þegar við förum síðan og rýnum það er ekki bara trúarskoðanir, að maður sé þá í þjóðkirkjunni eða einhvers staðar annars staðar, heldur það er lífsskoðanir fólks. Og að vera grænkeri er lífsskoðun og mjög tær í mínum huga. Og það eru bara vegan börn í öllum skólum og við þurfum einhvern veginn að koma til móts við það. Og mér finnst að mötuneytin í Reykjavík eigi að gera það. Og það var svolítið umræðin sem hófst á þeim tíma og við settum þetta inn í mannréttindastefnuna. Það er stefna til grundvallar í eiginlega allri okkar stefnumótun á vettvangi borgarinnar. Núna á síðasta ári þá fórum við og gerðum matarstefnu vegna þess að það er alveg staðreynd að það er landbúnaður í Reykjavík þó við séum eitthvað svona höfuðborg og kannski ekki svona alveg sveitafólk en pínu samt. Og við þurfum einhvern veginn að taka utan þetta. Matarstefnan reyndar gengur út á það að við séum sem sagt að sjálfbærni sjónarmið, að þau séu ríkjandi þá í þeim mötuneytinsögum og ég held að uppruni vara og þau í rauninni tól sem við höfum til þess að stýra þessu hérna í Reykjavíkurborg skiptir máli. Það er gert meðal annars í innkaupum, hvernig við kaupum inn. Það er gert með fræðslu og samtali, hvernig við stöndum að því að laða líka til okkar fólk sem að þá eru matreiðslu menn sem að þá geta líka búið upp á þessa valkosti í mötuneytum og stofnunum Reykjavíkurborgar. Þetta þykir mér mjög mikilvægt. Og það er dálítið athyglisvert hvernig líka bara að matur er mannsins megin en hvernig þetta kemur inn á eiginlega allar okkar stefnur í Reykjavíkurborg. Við erum með loftslagsstefnu, ok, reynda að valta það þar en við erum að fara að endurskoða það og við þurfum að taka það þá með í reikninginn og gera betur. Þetta er bara núna næstu dögum. En eins og í auðlindastefnu Reykjavíkurborgar, í úrgangsstefnu Reykjavíkurborgar, þetta snýst heldur ekki bara það að einhvern veginn að breyta viðhorfum okkar, þetta snýst líka það hvernig við borðum minna af meiri gæðum og hvaðan varan kemur. Það er svo að mörgu að hyggja. Og utan þetta þurfum við að taka í Reykjavíkurborg. Kolefnisspor garðyrkjunnar og sérstaklega þá íslenskt grænmeti, það er minna heldur það kjötsins. Og þá kannski hendi ég boltanum yfir á Rósu sem er náttúrulega ríkismegin og þessi umræðu hvernig við niðurgreiðum, hvernig við erum að skoða niðurgreiðslur til landbúnaðar sem að hefur minna kolefnisspor. Og að því sögðu þá kasta ég boltanum til Rósu en enn og aftur þá vil ég þakka kærlega fyrir þetta og ég hlakka til þess að ræða þessi mál við ykkur. Komið sæl og mikið óskaplega gaman að vera með ykkur í kvöld og ég þakka kærlega fyrir boðið. Og ég ætla að grípa þennan bolt á lofti sem að Líf hendi til mín og akkurat að velta vöngum yfir því hvernig ríkið getur komið að og við á þingi getum komið að því að efla stöðu grænkerafæðis og grænkera fæðisframleiðslu. Mér langar aðeins að byrja á því að það er svo frábært að hafa þessi tilmæli frá landlæknisembættinu til að styðjast við. Þannig að það líka hjálpar okkur og styður okkur í því að bæta lagaumgjörðina þegar kemur að því að styðja við framleiðslu á grænkerafæði. Ég hef verið að vinna í 2 þingmálum, ykkur að segja, best að bara upplýsa það hér og nú. Og ég er búin að vera að vinna 2 þingmálum sem að ég ströggla svolítið með. Annars vegar það að skikka sveitarfélög eða skikka skólana til þess að bjóða alltaf upp á grænkerafæði í sínum mötuneytum. Þarna fór ég inn á eitthvað svæði þar sem maður kannski er aðeins mikið í sveitarfélögin og ég mikið og mikið að skipta mér að þessu. En þetta er náttúrulega að sjálfsögðu eitthvað samspil þar sem að bæði ríkið gera þetta í sínum mötunum eins og búið að minnast hér á og svo líka sveitarfélögin inn í skólum. Og það er rosalega gott að heyra eins og til dæmis Líf var að tæpa á hérna inn í matvælastefnu Reykjavíkurborgar að þá er komin þessi hugsun inn þar. Síðan er annað þingmál sem ég verið að vinna að og þetta var bara orðið svo flókið að mér var farið að líða eins og ég var að undirbúa doktorsritgerð. Það er að það væri kolefnissporsmerkingar á matvælum. Ég var búin að afla mér alls konar upplýsinga og svo framvegis og svo eiginlega
bara gafst ég pínkulítið upp vegna þess að þetta var svo flókið og ég var búin að safnaði mér upplýsingu hvernig þetta hefði verið gert í Evrópulöndum og í nágrannalöndunum og þetta hefði mætt mikil andstöðu og mjög flókið í framkvæmd en síðan bara þurfum við að afflækja þetta og gera þetta minna flókið. Þannig að það er eitthvað sem ég langar að setja hérna áfram í gang. En sko, ég var aðeins í símanum hérna áðan og byrði velur því ég var ekki í einhverjum engaerindum, heldur var ég að rifja upp með sjálfum mig hvort að ég hefði ekki örugglega munað rétt varðandi aðgerðir loftslagsmálum, hvort það væri eitthvað minnkun á kjötneyslu þar, en það er ekki. Og það er svolítið mikið dapurlegt að það sé ekki inn í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar loftslagsmál, en þetta er fyrsta skrefið og þess vegna gríðarlega mikilvægt að þið sem eru hér og við sem erum á þingi sem höfum áhuga á þessum málum krefjumst þess að þetta komi inn í næsta skrifi. Því þetta er tímalaust stór partur af því. Síðan kemur að því sem að ríkið getur gert, sem að líka koma aðeins inn á, og það er alls konar ívilnanir og niðurgreiðsla. Og skattakerfið er svo frábært að skattakerfið er svo frábært tæki til þess að nota þegar kemur að því að hvetja til betri neysluhátta. Til og með sykurskatturinn sem hefur verið notaður, það er staðreynd að hann virkar. Og þetta þarf að nota í meira mæli að mínu mati, til að mynda í niðurgreiðslu á raforku til grænmetisræktunar, vegna þess að þar eru miklir möguleikar eins og við höfum verið að sjá til nýsköpunar í matvælaframleiðslu á Íslandi. Það eru byggbuff, það eru bulsur og það er repjólía og það er alls konar hlutir sem þið þekki miklu betur en ég, en ég er mikið áhuga á þessu og mér finnst þetta frábært þegar við getum stuðlað að nýsköpun þegar kemur að matvælaframleiðslu á Íslandi. Og náttúrulega sérstaklega grænmetisrækt. Síðan er á leiðinni ný matvælastefna fyrir Ísland og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir hagsmunaaðila og hópa að vera svolítið aktív inn í þessa matvælastefnu, veita gott aðhald og umsögn þegar kemur að því að birta þessa stefnu. Ég vonast til þess að hún komi bráðum út, ég vona það. Ég skal taka mér eitt aðeins eftir þínu þingi. Og síðan er það þessi, eins og við talum þessar opinberu aðgerðir, eins og ívilnanir eða niðurgreiðsla á ákveðnum matvælum. En sömuleiðis þarf það líka að aðstoða matvælaframleiðendur, það er að segja kjötframleiðendur, sem vilja skipta yfir í grænmetisframleiðslu. Það þarf að hjálpa þessu fólki til þess að sjá fyrir sér að það geti skipti yfir með þokkalega eðlilegum hætti, það missi ekki tekjur, heldur byggja upp áfram sína starfsemi. Síðan kemur þessu punkti varðandi fræðsluna sem að salnum minntist hérna á og fleiri. Og fræðslan er svo gríðarlega öflugt og mikilvægt tæki og við sáum það líka og þið þekkja það líka. Það er alltaf svolítið bakslag á svona leið þegar við erum að tala um grænkjörafæði og vegan og það er körfuboltadeildin og Dominos og eitthvað svona skiljiði. Þannig að það er alls konar hindrun á leiðinni. En þetta er búið að breytast svo gríðarlega mikið í íslensku samfélagi og við sem samfélag, okkur þykir við vera oft á tíðum, nokkrum sinnum á dag, mjög afturhaldssamt samfélag, en það eru mjög góð og jákvæð teikn á lofti og við þurfum að vera aflið sem að ýtir á þessar jákvæðu breytingar og ég tek undir með ungu kynslóðina. Ég var að fylgjast með 32.000 ungmennum í Brussel sem eru að krefjast skýrari aðgerða þegar sporna á við loftslagsbreytingum og 15 ára stúlka í Svíþjóð, Greta Thunberg, sem er búin að vera í fararbroddi á því að vekja athygli á loftslagsbreytingum. Þetta er frábært og unga fólki er svo magnað og við sem höfum áhuga, við höfum bara að styðja þessa kynslóð og ég held að við getum öll lagst á árarnar og þess vegna verður gaman að hafa samtal hér á eftir.